Ég byrjaði í félagsfræði og að því mér fannst það svona áhugavert fag, en það er þetta besta sem ég hef gert vegna þess að það breytti svolítið sjónarhorni mínu á lífi og svona hvað maður gerir í lífinu, hvað maður gerir í samskiptum, hvaða áherslur maður setur, hvernig maður lifir lífinu og svo framvegis. Og það hjálpaði mig gríðarlega mikið þegar ég var á þessum aldri að byrja í háskóla, að það þroskaði mig mjög mikið vegna þess að ég áttaði mig á samfélaginu, áttaði mig á hvernig gildi og menning og hefð hefur áhrif á okkur og ég áttaði mig á svona hlutum hvernig ég vildi lifa lífinu, þannig að félagsfræði þroskaði mig mjög mikið og ég held að það sé alltaf gott að kunna félagsfræði alveg sama svo hvað þú tekur fyrir hendur annar. Því það sem að félagsfræðin gefur manni er það að hún gefur okkur svona tæki til að vinna með gögn, til að finna einhvern veginn upplýsingar sem þarf til að útskýra veruleikann. Þannig að þegar ég fór að vinna hérna og ég fekk kannski, innbrotum hafi fækkað 8. Það er ekkert, ok. En þegar maður getur farið að skoða hvað er að gerast í samfélaginu, er eitthvað í hennum félagslega veruleika sem getur útskýrt þetta, þá er svo gaman að geta tengt þetta tvennt saman. Gögnin og svo þannig að setja þetta í eitthvað svona félagslegt samhengi, þannig að við erum að setja þekkingu í eitthvað samhengi. Það finnst mér, það hefur getað nýtt mjög mikið hérna. Ég spyr oft félagsfræði nemendur í lok námsins svona námið og svona, og það eru mjög margir sem að segja að félagsfræðin hafi verið mjög skemmtilegt. Ég finnst það ekkert endilega að vera gefið að háskólanám sé skemmtilegt, en félagsfræðin er skemmtileg af því hún er svo fjölbreytt. Þannig að fólk, við erum að læra aðferðir, við erum að læra hvernig við gerum kannanir og hvernig við tökum viðtöl. En svo erum við líka að læra, svo fáum við mjög mikla svona innsýn í mörg ólík efnissvið, mörg ólík viðfangsefni, afbrot, fjölmiðla, kyn, byltingar, atvinnulífið, efnahagslífið, velferðarkerfið og svo framvegis og svo framvegis. Við beitum þessu almenna sjónarhorni félagsfræðinnar á öll þessi viðfangsefni bara mannlega tilveru. Við segjum stundum í félagsfræði, ekkert er félagsfræðinni óviðkomandi. Þessi nálgun sem við lærum, hún gengur út á að læra eitthvað félagsleg öflin sem að virka í hópnum. Og við sjáum þessu öfl birtast allstaðar sem fólk kemur saman og það er eitthvað skipulag, hvort sem það er í atvinnulífinu eða unglingsárunum og svo framvegis og svo framvegis. Við sjáum þessu öfl birtast allstaðar með einum öðrum hætti. Það er það sem gerir félagsfræðina skemmtilega. Og svo af hverju ættum við að vilja læra eitthvað skemmtilegt? Þetta snýst ekki bara um að læra eitthvað skemmtilegt. Heldur er þetta líka, við lærum í raun og veru hæfni sem að nýtist manni mjög vel á mjög margvíslegan hátt. Við lærum hvernig við erum að fara með gögn, við lærum tölfræði, við lærum að greina gögn. Þetta er rosalega mikilvægt á vinnumarkaði, að kunna fara með gögn og greina gögn á skipulegan hátt og við gerum mjög mikið af því í félagsfræði. Ég á vini sem að fóru í eitthvað svona alls konar nám til að læra að taka svolítið tæki og smíða tæki. Mér langaði svolítið að taka sundur samfélagið og skilja það. Skilja af hverju fólk að brjóta af sig til dæmis, eða af hverju er fólk að gera alls konar hluti, eða af hverju virka hlutirnir eins og þeir eru, af hverju virka stofnanir eins og þeir eru, af hverju virka vinnumarkaðurinn. Og mér fannst þetta svona besta leiðin til að skilja þennan veruleika. Í doktorsverkefnum mínum sem ég gerði hérna í félagsfræði í háskóla, þá fór ég að skoða félagslegt umhverfi árangurs. Fólk er gjarnt á að líta á árangur sem einstaklingsbundinn, að það sé sá sem var árangur í listum eða íþróttum, það sem er meðfædda hæfileika sé einhver snilling. Og ég var svolítið að sýna fram á það að það er ýmislegt í félagslegu umhverfinu sem ýtir undir árangur og getur líka dregið úr árangur. Ég sem sagt var rosalega mikið í íþróttum þegar ég var yngri og er ennþá í fótbolta og er yngri flokkaþjálfari. Og þess vegna ákvað ég að í rauninni gera BA-ritgerðina mína í tengslum við íþróttir. Þannig að ég skoðaði íþróttaiðkun unglinga og ákvað að skoða í rauninni hvort að íþróttaiðkun unglinga hefði áhrif á sjálfsmynd þeirra og hvort að þeir sem unglingar sem að stunda íþróttir hafi betri sjálfsmynd heldur en þeir sem að stunda ekki íþróttir. Og eftir hrunið þá fengum við þessa búsáhaldabyltingu eða búsáhaldamótmæli sem voru mjög umfangismikil mótmæli og mjög óvinnilegur atburður í lýðræðisríki. Þannig að ég er svona að nota tækifæri svolítið og stúdera búsáhaldabyltinguna. Þannig að þetta er svona eitthvað sem ég er að díla við núna. Að því að þegar mótmæli eiga sér stað, þá eru mjög merkileg félagsleg öfl sem fara af stað. Þau fara mjög sjaldan af stað í lýðræðisþjóðfélagi. Þannig að það er mjög merkilegt að skoða það. Og það er ýmislegt, það er svona gróska í félagsfræði. Félagsfræðin er farin að færa sig yfir á ný svið og komið svona skemmtilega hlutir í áttu tíðarandanum. Við erum farin að kenna hér íþróttafélagsfræði, það er sósíótíu sport sem við farin að kenna núna í náminu. Og svo líka annað athyglisvert og skemmtilegt námskeið sem er að fara af stað, það er félagsfræði gegnum kvikmyndir. Það sem við notum bíómyndir til að skilja samfélagið og skilja samskipti fólks. Það er mjög spennandi námskeið og spennandi leið sem félagsfræðin er að fara inn á.
Reynslan sýnir okkur það að grunnnámi í félagsfræði mjög gott nám. Nemendur sem að ljúka prófi hjá okkur hafa farið í bestu skóla heims í framhaldsnám, í félagsfræði og skyldum greinum. Þá einnig töluvert það að nemendur í grunnnámi hafa farið til náms í mörgum öðrum greinum sem óskyldar í félagsfræðinu svona fyrstu sín. Til dæmis að þá höfum við nemendur sem hafa farið í tölvunafræði, menn hafa tekið prófið tölfræði, menn hafa farið í sérhæfðari störf, til dæmis lýðheilsa, nefna sem dæmi. Þannig að þegar við svona lítum yfir þessa sögu félagsfræðina sem orðin býsna löng, 35 ár hér sem að ég hef fylgst með nemendum, að þá get ég fullyrt það að það grunnnámið gott nám og það opnar nemendum mjög marga og fjölbreytilega möguleika.